Velkomin í föstudagsþáttinn. Það verður pínu svona kvennabragur á þessum þætti sem vel við hæfi því að 19. júní, kvenréttindadagurinn, hann var nú í vikunni. Fyrstar í sófann til mín eru þær Álfrún og Dana, tónlistarkonur, velkomnar. Takk. Stelpur rokka Norðurland, það búið að vera í gangi núna í síðustu viku og aftur í þessari viku. Yep. Og segja okkur aðeins, kannski ef ég byrja á þér, Álfrún, hvernig búið að vera? Bara mjög gaman. Já, þú spilar á bassa, eða ekki? Og þú byrjar í síðustu viku, en varst svo kölluð út í þessa viku aftur, eða ekki? Hvers vegna? Út í það voru svo fáir og ég kunni á bassa þannig að... Það vantaði bassaleikara. Það vantaði bassaleikara. Já. Dana, þú ert að kenna á rokkbúðunum í fyrsta sinn, ekki satt? Jú. Hvernig kemur þér þetta fyrir sjónir? Sko, ég fékk aðeins smjörþefinn á þessu í fyrra, þá kynntist ég stelpunum sem að stjórna þessu og ég var fengin til þess að spila með hádegistónleika. Já. Fáum stundum svona listamenn Já. Í hádeginu. En svo listamaður Garðabæjar kom til ykkar í síðustu viku, það ekki? María. Jú, hún kom með mitt og var með tónleika og svona stelpun að fá að spyrja hana og svona. Og ég var þar í fyrra. Já. Og ég man að ég var, þú veist, mér leið bara strax, bara vá hvað mér langar að taka þátt í þessu. Mér finnst þetta svo verðugt verkefni sem skiptir máli. Þannig að, og þú veist, ég bara ennþá meira, ég svo stolt af því að fá að vera að taka þátt í þessu. En þú sagðir þú byrjar þarna í upphæði vikunar, þá varstu pínu skeptísk, eða ekki? Jú. Af því að það sem þær ætla að gera á einni viku, fara aðeins yfir það með okkur. Það ætla að koma að það, reyndar þessu sumar svona eins og Álfrún sem eru með grunn og kunna. Já. En margar stökkva þá á ný hljóðfæri þó að séu kannski að æfa eitthvað annað. Ég til dæmis, ég kenni á gítar í búðunum og ég var hana með 5 stelpur í síðustu viku. 9 til 12 ára. Sem hefur aldrei spilað á gítar og ég hugsaði bara, já, einmitt, það eru tónleikar á föstudaginn og það eftir að semja lag og það eftir að læra hérna gripinn og eitthvað. Já. Það rúlluðu þessu. Já. Sem bara... Það er svo magnað. Það er magnað. Á einni viku er þetta að læra á gítar og semja lag og flytja það fyrir fullan sal af fólki. Já, og spila í hljómsveit. Það er ekkert grín að spila í hljómsveit. Þurfa að halda takti og vera... Já. Og mér er svo aðdáunarvert að sjá þær vinna saman. Það fannst mér líka... Þurfti ekkert að kenna þeim það? Var þetta eitthvað sem bara hafði í sér? Já, mest megnis er það svoleiðis. Þannig að þú kendir á gítar og varst svo líka svona hljómsveitarstjóri yfir einni hljómsveit, ekki satt? Já, svo vorum við hljómsveitarstýr, 2 og 2 svona. Og aðstoðar við að þá að semja lag og semja texta og svona bara. En við gerðum, þú veist, við eigum engan heiður að þessu, sko, það er bara... Það gera þetta sjálfur. Álfrún, hvað fannst þér? Fannst þér eitthvað erfitt við þessar... Það var stundum erfitt að vera með mörgum í hljómsveit og skilur ef að fólk kunni ekki á hljóðfærin það var svolítið erfitt að gera eitthvað. Já, en það tókst einhvern veginn. Já, og það bara, þær fundu bara út úr því. Þá var bara, ok, einföldum þetta bara og ekkert vesen. En að semja lag í svona hópi, er það ekki líka pínuflókið? Það er pínuflókið, já. Það er ekki eitthvað eitt sem sér textan og eitt sem sér músíkina og svo gerir þetta, þið gerir þetta einhvern veginn allar í hóp. Já. En það á tónleikunum, ég var á tónleikunum, þetta voru 4 bönd, ekki satt, og alveg 5-6 stelpur í hverju bandi og lögin og textarnir voru eins ólík og bara, þetta var alveg magna. Þetta eru alheim samtök, stelpur rokka, byrjaði í Ameríku, eða ekki? Jú, það byrjaði þar. 2006 las ég einhvers staðar. En nú er þetta búið að vera í Reykjavík í nokkur ár og þetta er annað skipti hérna á Akureyri, ekki satt? Nei, þetta er í 5. skipti hérna á Akureyri. Í 3. skipti sem að við, eða sérst Akureyringar er að halda þetta sjálfur, stelpunnar hérna. Já. Þær komu bara að sunnan fyrstu 2 árin og voru með þetta. Já. Og eins og þú veist, þetta er bara, það tekur tíma að koma svona á stað, en eins og í síðustu viku vorum við með 22 stelpur sem var geggja. Það var yngra árið, það var smekkfullt námskeið. Já. Svo er núna er vikan sem er eldra árið, eldri aldurshópurinn. Það er eins og það gerist eitthvað. Já, dræmari aðsókn þar. Já, þá voru það orðnar 13 ára. Já, 13 til 16. Já. En það er eitthvað. Það er svona, við viljum fá fleiri inn þar. Og á þessari viku þá er alls konar sjálfstyrking líka í þessu. Já, þetta er náttúrulega alls ekki bara tónlist. Þetta er, við erum að tala forréttindi, við tölum Kvenréttindi? Nei. Jú, kvenréttindi, það náttúrulega er. Og erum aðeins að ræða feminista og bara jafnrétti. Við erum þar og við tölum kynvitund og við erum að tala kynhneigðir og við erum að
Við erum reynir bara svolítið að berjast fyrir því að þú veist, allir fái bara að vera eins og þeir eru. Já, já. Einhvers staðar las ég að þetta væri sko hugsað fyrir ungar stúlkur og transkrakka. Já. Og svona, já, einmitt, og femínísk samtök í rauninni. Sá ég ekki líka að þetta komið út allt land, þetta fyrir austan og... Jú, ég held að það voru að byrja núna í fyrsta skipti fyrir austan. Já. Búið að vera fyrir vestan. Það er búið að vera í Reykjavík og það er góð aðsókn. Þannig að þetta er að sækja sér veðrið. Og þetta er komið til að vera. Mundur þú fara aftur, Álfrún, á næsta ári? Já, Já. ég var alveg til það. Og mundur þú læra aftur á bassan eða þess að mundur þú taka eitthvað annað Ég myndi hljóðfæri? kannski fara á eitthvað annað hljóðfæri. Já, prófa eitthvað nýtt. En magna. Og heldur þú að þín hljómsveit muni kannski starfa eitthvað áfram í framtíðinni? Mögulega. Mögulega. Þið eru allar frá Akureyri eða hvað? Það er ein frá Húsavík, eða þær eru 2 frá Húsavík. Já. Þannig að þetta var alveg svolítið svona, einmitt, stelpur rokka Norðurland, það tókst að ná fólki frá Húsavík og... Já, komið frá Siglufirði og frá Húsavík og bara úr Þingeyjarsveitinni og innan úr Eyjafirði og svona. Já, já. En við hefum náttúrulega viljað sjá meira koma úr, frá, sérst... Úr Skagafirðinum. Já, úr Skagafirði og Dalvík. Og þinn bakgrunnur, þú varst í hljómsveit á Sauðárkróki, sagður mér. Yes. Stelpubandi. Já, stelpubandi á Sauðárkróki, sem var einmitt, sko, og það er ennþá svona stóra gríni, sko, ég lendi í því að það er svona þegar ég fer út. Já. En það var í rauninni alveg, jú, það var mjög skemmtileg upplifun á þeim tíma. Já. En í dag ertu á kafi tónlist líka? Já, allt öðruvísi. Já. Ég sem og spila og er í tónlistskólan, mjög hvað skrám í tónlistskólan aftur. Já, ertu á þessari skapandi nýju braut? Já. Já. Þannig að, þú veist, dásamlegt. Já. Og mér finnst þetta fyrir mér er þetta bara, þetta græðir, bætir og græðir tónlist, sko. Muntu reyna að vera aftur á næsta ári í stelpur rokka? Klárlega. Já. Og verða fleiri námskeið, er bara 2 vikur, er það bara gott? Já, það eru bara þessar 2 vikur og svo bara ekkert fyrir á næsta ári. Nú er tíminn hlaupinn frá okkur því miður. Frábært að fá okkur í heimsókn og þú ert að fara að spila á tónleikum á eftir, er það ekki? Eins og síðustu viku? Jú. Já. Og hvernig er lagið í þessari viku? Er það gott? Já. Það er hrikalega flott. Hrikalega flott. Það er gott grúf í því. Já. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir okkur.